Það er ávallt fjör í fréttum hér á Suðurnesjum og hér kemur duglítill fréttapakki frá Víkurfréttum. Arion banki og 5 lífeyrissjóðir hafa tekið yfir 98,13% hlut í United Silicon. Hluthafafundur United Silicon HF fór fram 19. september síðastliðinn. Samkvæmt heimildum Víkurfrétta eru lífeyrissjóðirnir sem ræðir eftirlaunasjóður atvinnuflugmanna, eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar, Festa lífeyrissjóður, Frjálsi lífeyrissjóðurinn og lífeyrissjóður starfsmanna Búnaðarbanka Íslands. Fyrr í mánuðinum veitti Héraðsdómur Reykjanes félaginu framlengingu á heimild til greiðslustöðunar til 3 mánaða eða til 4. desember. Stjórn félagsins vinnur nú áfram að endurskipulagningu félagsins og hefur stuðning hluthafa til að leita nýrra fjárfesta og leiða viðræður við þá. WOW flutti 322.000 farþega til og frá landinu í ágúst eða 42% fleiri farþega en í ágúst árið 2016. Þá var sætanýting WOW 90% í ágúst í ár, þrátt fyrir 48% aukningu á framboðnu sætum með sama tímabili fyrra. Það sem af ári hefur WOW flutt yfir 1,9 milljón farþega en það er 98% aukning á sama tímabili frá árinu áður. Tilkynnt var eld borð í Airbus flugvél Wizz Air með 147 manns borð skömmu eftir brottför frá Keflavík í síðustu viku. Vélinni var snúið við og neyðasti boðað og aðgerðarstjórn kom strax saman í stjórnstöð í Keflavík. Vélin lenti heilu og höldnu á Keflavíkurflugvelli, lögregla og fulltrúar frá rannsóknarnefnd flugslysa komu strax á vettvang. Svo virðist sem kveiknað hafi í rafsígarettu borð í vélinni og hún hafi verið sett án þess að láta vita í salernið. Farþegar á Keflavíkurflugvelli á tímabilinu janúar til ágúst voru 5.954.761 og er það 32,4% aukning frá sama tímabili í fyrra. Fjöldin er í takt við farþegaspor Isavia sem gefin var út í lok árs 2016. Gert er ráð fyrir að heildarfjöldi farþega verði á bilinu 8,7 til 8,8 milljónir árið 2017 sem eru þá 28% aukning frá árinu 2016. Skipting farþega er í samræmi við spár en 3/4 farþega flugvallarins eru tengifarþegar en aðrir farþegar skiptast í komu- og brottfararfarþega. Stjórn sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum telur mikilvægt að reynsla nærsamfélags alþjóðaflugvallar sé nýtt í allri vinnu í tengslu við framtíð flugsamgangna á Íslandi og harmar því að enginn Suðurnesjamaður hefur verið tilnefndur í vinnuhópinn sem á að fjalla flugvelli á Suðvesturhorninu. Þetta kemur fram í bókun stjórnar sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum. Það var stórborgarbragur á umferðinni í Reykjanesbæ í síðustu viku. Vegna framkvæmda við hringtorg á mótum Reykjanesbrautar og Aðalgötu ofan Keflavíkur var allri umferð frá flugstöð Leifs Eiríkssonar beint í gegnum byggð í Reykjanesbæ. Meðfylgjandi myndir voru teknar með flygildi Víkurfrétta yfir helstu umferðaræð Reykjanesbæjar sem meðal annars liggur framhjá höfuðstöðum Víkurfrétta. Framkvæmd ljósanætur í Reykjanesbæ gekk vel í ár og fjöldi gesta lagði leið sína til bæjarins til þess að njóta allra þeirra metnaðarfullu viðburða sem hér voru í boði, segir í gögnum menningarráðs Reykjanesbæjar sem fundaði á dögunum. Hátíðin hefur haldið áfram að þróast í þá átt að kalla mætti þátttöku hátíð og birtist helst í því að sífellt fleiri bæjarbúar setja upp sína eigin viðburði og bjóða öðrum að gleðast með sér. Myndirnar með þessari frétt eru frá nýliðinni ljósanótt. Bæjarráð Grindavíkur samþykkti að hafa tjaldstæði Grindavíkurbæjar opið út nóvember og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2017 að upp á 2 milljónir króna sem fjármagnaður verði með hækkun tekna á tjaldstæðinu. Tjaldstæðið hefur notið mikilla vinsælda í sumar og er talið að met verði sett í aðsókn á þessu ári. Ferðamenn eru farnir að lengja tíma sinn á ferðalögum með tjöld og í húsbílum, hvort sem það er að vori eða hausti. Þessi myndalegi hvalur heiðraði hvalaskoðunarfólk með nærveru sinni skammt undan landi í Reykjanesbæ í lok síðustu viku. 2 hraðskreiðir hvalaskoðunarbátar fullir af fólki komu frá Reykjavík til að berja dýrið augum. Auk hvalaskoðunarbáts frá smábátahöfninni í Grófinni í Keflavík. Hvalir hafi verið tíði gestir utan við Keflavík og Njarðvík í sumar. Enda makríll verið í torfum þar síðustu 2 mánuði og hafa tugir smábáta stunda veiðarnar frá Keflavík. Nú hins vegar að draga úr veiðunum og bátunum sem stunda þær að fækka.